Þetta podcast þáttur nummer 127, Liverpool á toppnum í deildinni, við erum á toppnum í tilvörinni og long may it continue. Með mér á línunni Maggi, sælir. Blessaður. Kristján Atli. Já, sæl. Á Ísafirði, hvað að frétta á Ísafirði? Það líður best fyrir vestan. Er það ekki? Það er bara þannig. Sigursteinn, þú ert eitthvað staðar fyrir vestan líka, eða ekki? Jú, svona bara vestan við eitthvað. Alveg klárlega. Heyrðu, Maggi, ég held við verðum að byrja á þér, bölvaður, asniðinn. Já, ég kenni það bara fúslega. Hvað er að gerast í Liverpoolborg? Það er ásamlega. Þetta er náttúrulega alltaf gaman en að á svona veislu náttúrulega eins og ég fekk hérna á sunnudaginn var náttúrulega bara, þetta er náttúrulega bara klárlega langskemmtilegasti leikur sem maður hefur farið á, öll þessi skipti sem maður farið á og bara geta notið þess að horfa á frábæran fótbolta og við kannski ræðum þess að leikja þess nánar eftir vona ég, en hérna það var alltaf bara stemmingin og væpið, þetta var alltaf sunnudagsleikur og ég reyndi nú að vera komin snemma þarna upp yfir. Þannig ég var komin svona korter yfir 11, fórnaði vinum okkar á Vines og Alan Flottum Kennedy, ætlaði bara að vera sína dóttur minni og konunni stemminguna. Þá var ekki séns að fara inn á park sko. Það var ekki séns, það var bara völlur bara horfinn sko pakkvöllur á sunnudegi og það var verið að syngja og tralla, það var verið að syngja í stúkunni sko fyrir leikinn og ólíkt því sem maður hefur nú kannski upplifað undanfarin ára, þá var bara mikil stemming á vellinum og þangað til í kannski stöðinni svona 5-6-0, 5-0 sér ég segi, 4-5-0 myndi ég, þá svona var þetta öðruvísi, þá svona komum við að sunga hann að slagi koppar í góðan gýr og þá gáðu við Vottord séns, Vottord dandir eiga stórt hrós fyrir það, þeir sunguðu þarna eins og trillingar á tímabili, fögnuðu hotnum og fögnuðu gríðarlega þeir skoruðu, það var mjög flott hjá þeim, það var allt vitlaust í útavallastúkunni, þeir skoruðu markið og minkuðu minni filmi. Þeir fengu fyrsta hotn líka. Já, voru bara að fagna sendingum sín á milli sko, þannig að það var bara, og maður bara, það er bara vibe og það sem þú komst í borginni fyrir leik og eftir leik, ég slappaði inn í miðborgina á sunnudagsmorgninum, bara þetta klukkan 9:30 og það var bara, mennur að gíra sig, þú veist, flugvöllinum í Manchester, þá var þarna hugulegar konur að tala við mann bara we dare to dream og það notuðu allir þetta dare to dream. Mér finnst þetta mjög fyndið að hérna, þegar við vorum þarna úti Einar Marstöðu og sínum tíma þá vorum við mjög duglegir að syngja top of the league og we're gonna win the league og eitthvað sko. Það kom svona smá tjant í stöðunni 4-0. Það var svona kannski, þú veist, 3 sinnum vikunum líka eitthvað og svo var maður alltaf einhvern veginn að bíða. En það er líka það að nú ætla menn alveg að vera klárir á þessu og gaurarnir sem hafa að spjalla við þarna eftir leikinn, þú veist bara, það menn mun of mikið eftir þarna ákveðnu atviki í leik á móti Jose Mourinho og einhverju vitleysingur, þannig að menn ætla að passa sig að vera ekkert að fagna neitt og snemma en það er náttúrulega bara að sjá allir að það er eitthvað í gangi. Þetta var leikur sem við hefum getað skorað nokkra íkið, þá hefum við getað skorað 11 mörk í þessu fótboltaleik því að við höfum 2 þverslagskot og við settum met í því, ég las það í blöðunum í gær úti að það verður aldrei í sögunni frá því október að telja sko boltar sem hittu ramman, það verður aldrei verið fleiri, það voru 17 sem Liverpool hittu á ramman, þannig að þetta var náttúrulega bara magnað og svo sko, ég hef dálítið gaman að því að lesa þarna einhvers staðar og einhver og svo, þetta er nú bara Vottord, þetta var lið sem kom inn í leikinn, það hefði ekki tapað hvað síðustu 5, ekki fengið á sig mark í 3 og voru alveg sko að reyna og voru alveg að djöflast, en voru bara teknir og bara algjörlega skinnaðir. Ég sagði þetta í leikinn að þetta er ekki einu svona versta liðið sem við mætt í vetur, held ég. Svo talandu 17 skot á marki, var ein pæling þetta hvort að sko stangarskotin 2. Hvar þau telja þessu? Ég held að þau telja ekki sko. Já, ok, frábært. Þau telja ekki sko. Ég tala þessu líka. En það var þetta bara þannig og ég myndi vera sko, sagði við konuna þegar sko, fyrst var ég alltaf að byrja að fagna þegar Lukas mér var komið í döðafærið, en svo fagnaði alltaf öllur völlurinn þegar Coutinho og Neldonum í hliðanetti þarna það settist manni, já, ég er eitt svona leikur, svo stela þeir einhver einu marki, það var nú heldur betur ekki. Og það er bara, eins og segi, ég er mjög spenntur að horfa á það live. Og það er náttúrulega bara til ykkar sem eru að fara á móti Sunderland og ég skora bara alla það sem eru að fara á þessa leiki. Það er bara aðeins að gefa sér tími og horfa á holninguna á þessu liði. Þessi pressa er náttúrulega gigantísk og það sem við sjáum til þessu sjónvarpinu er auðvitað það sem boltinn er. En það var svo frábært að fylgjast með því að bara leið og boltinn tapast að þá bara hlaupa menn upp
Hafsendarnir eru komnir upp á miðju, sko, bakverðir eru strax komnir að kantmennina og það bara leið og sko, við missum boltan, þá bara eru 10 manns að pressa. Það bara þannig og kallinn var brjálaður á hliðarlínunni, sko, alltaf að reka þá að pressa. Í stöðunni 4-0, þá fáður útspark og ég bara lít svo niður og þá bara ég vissi ekki hvert hann ætlaði, sko, hann trilltist, hljóp upp úr sko, stökkátinu og rak þá bara alla í press og það var bara eins og hann hefði sko, sett sko, piparrót upp í rassinn á þeim mönnunum, sko, því að þeir komu bara á sko, grilljón upp. Sko. Þetta er bara magnað að fylgjast með þessu og svo auðvitað náttúrulega ég skrifa þessa grein Lukas sem var náttúrulega frábært að fylgjast með honum. Tökum hann aðeins fyrir og eftir. Tökum hann fyrir og eftir en á móti líka, þú veist, nú sá maður þennan Matip live og maður svona alltaf að passa sig á því einhvern veginn að vera ekki alveg að svona, þú veist, missa sig í hérna aðdóðnist, einn alltaf búin að sjá hann live líka á Stamford, sko. En hann alltaf að hafa svona kall sem að þetta yfirvegaður einhvern veginn, það er svona lekur af honum slagættin þegar hann að lappa í horn, það eins og hann sé að þú veist að sækja sér ís út í sjoppu, svo komið eitt moment og hann horfinn, þannig að þú veist holningin var bara algjört æði og það að geta sett mann eins og Sturridge inn á er alltaf bara þvílíkur luxus og hann kom alltaf alveg gigantist flott inn á hann er alltaf ótrúlega óöfn og skora ekki 1 ef ekki 2 mörk og náttúrulega á þetta markinn á, Wijnaldum kemur flottur inn á, þessi Ejaria kemur inn á stóran þátt í markinu, leggur upp og þú veist þannig að það var bara einhvern veginn allt í gangi sem maður vildi sjá, þannig að þetta var alveg sannkölluð veisla og henni var vel fagnað langt fram eftir sundarskvöldi í Liverpool, ég get lofað eitthvað því. Hérna Steini, ef við förum aðeins sko, byrjum aðeins aftar, við erum að taka upp þátt líka eftir Crystal Palace leikinn sem var nú ekkert þannig séð ósvipuð veisla, Liverpool er að brjóta svo marga svona gamlar klísjur bak aftur í byrjun tímabils að við erum að vinna alla regnbogans litaða leikjum sem við höfum verið að hiksta í undanfarin ár, Crystal Palace ágætist dæmi þarum og Watford við töpuðum fyrir þeim í fyrra. Hérna, það er líka svo gaman að sjá okkur sko, ertu ekki sammála sinni, maður er rólegri núna heldur en bara fyrir nokkrum vikum þegar Liverpool er að fá þessi mörk eins og móti Palace, maður var ekki eins stressaður í þarna í fyrirháleik eins og búin að hvað ég segja, bara í ágúst og september, sko? Nei, þetta bara líka, sko, maður hefur verið óvinni gamla að ræða Liverpool svona bara dagsdaglega núna þessa dagana. Það vil einhvern veginn allir ræða þetta og fáið þið jafn mikið Manchestermenn til hamingju með titilinn, alveg heyrist hvað þið skjálfa að hræðslu. Já, það er verið að reyna það líka en sko, mér finnst ekkert ósvipað holding á liðinu eins og var hérna seinni hlutan á 2013-14 tímabilinu þegar maður hafði bara alltaf einhvern veginn trú á því að liðið myndi, ef það myndi fengja á sig mark, þá myndi þið bara setja 3 í andlitið á andstæðing. Stóri munurinn á því tímabili og þessu er að maður var alltaf að bíða þá hvernig hljóta að fara að stoppa Suárez. Það var Suárez, við getum alveg viðurkennt að hann var rosalega stór partur af þessu gengi þá. Hann var að mínum dómi besti fótboltamaður í heimi á því tímabili og hann bar þetta lið svolítið uppi. Sturridge var flottur með honum sko, en núna er þetta svo víða, þetta er svo dreift völlinn. Hvernig ætlar að stoppa? Þeir eru svo margir þetta, þannig að það er eitthvað þarna sem að fær mann bara til að hafa trú á því að bara allt í lagi. Við lögum inn marki en við setjum nýtt í andlitið. Talandi hérna Liverpool-menn og titilvonir að ég hef ennþá ekki heyrt neinn Liverpool-mann tala meistaratitilinn nema kannski Svein Woge. Nei, er það? Bara drukkinn? Nei, hann er búin að kenna í skólanum með það. Hann er að ekkert ofnota, hann er að mastera hashtagið meistarar í vor. Það er alveg sama hvað hann setur á Facebook, það er alltaf meistarar í vor. En mér fannst hann Reynir Leósson, Manchester United maður, summar þetta svolítið vel upp. Hann er mikið hrifinn af hvernig liðið að spila og bara stórkostlegt lið og bara fann að tala bara
í fúlustu alvöru að þetta sé bara meistarakandidatar. En hann segir bara leið að maður minnist á þetta við einhvern Liverpool-mann, þá sér maður bara iljarnar á honum. Það vill bara enginn fara þangað, menn vilja bara njóta. Ég held að það sé bara ágætis, við eigum heldur ekki verið of hæfari. Eftir 11 umferðir, hann sagði þetta bara ágætlega í viðtalinu, Klopp, bara strax eftir leik, bara ég get ekki hjálpa þér að þú heldur þetta sé nóg til að tala titilinn. Nei, en við hljótum þetta eiga bara gleðjast yfir þessu og bara see the moment, sko. Þetta svo skemmtilegt að horfa á þetta lið og það alveg sama hvaða fótbolta stuðningsmann þú tala við. Ég var allavega ekki hitt þann stuðningsmann bara svona fótbolta aðdáanda sem bara hrífst ekki með. Þetta bara einfaldlega stórkostlega gaman að horfa á þetta fótboltalið spila leiki. Kristján, ef við tökum aðeins áfram þessan samanburð, sérstaklega þessum áramóti, það var náttúrulega eftir að gerast töluvert, sérstaklega eins og liðir að spila núna. Höfum við, holningin, já, hún alveg rétt, við erum að skora svipað í byrjun tímabils núna og eftir áramót 2013-14. En ég meina, það lið eins og eftir áramót, ég ætla að fengið á okkur einhver 27 mörk, að mér minnir, í deildinni, eftir áramót og skora náttúrulega alveg helling, sko. Ég hef alveg bullandi trú á þetta lið okkar og mér finnst nú bara fannir að sýna nú þegar að þetta lið á eftir að laga vörnina, við mættum að fá færri mörk á okkur ef að svona bara eftir því sem kemur holning á lið og mér finnst það bara að vera að gerast með hverjum leik og tala ekki núna, við erum alltaf að missa út alltaf einn og einn varnarmann og það náttúrulega skiptir ekki máli markamóti, ég sé ekki í stöðunu 5-0 skiptir mér nákvæmlega lengur máli að tapa sko, fá eitt mark á sig og þeir fyrir sig það. Ég held að munurinn á þessu tímabili eins og Steini sagði réttilega nú fyrir 3 árum náttúrulega sá að þá vorum við með súperstjörnu í liðinu sem hét Luis Suárez og þegar hann síðan svona kannski þreyttist aðeins að þá tók Sturridge við og var alveg sjóðheitur fram orðið. Það ekki smá orsakir sko, fyrstu 5 leikirnir minnum við þá að Sturridge kláraði og við vorum á Suárez fyrstu 5 og svo voru Sterling út inni og endir sem var frábæri. Suárez var í fríinu og Sturridge var annarkvort markahæstur eða næst markahæstur þegar hann kom inn úr 10 leikja banninu eftir að hafa bitið Chelsea-mann vorið og þegar Sturridge kom inn, Suárez kom inn, þá hlóð hann bara í bestu 3 mánuði sem ég sé frá nokkrum leikmanni í sögu úrvalsdeildarinnar og eftir það þá svona róaðist hann aðeins en hélt samt náttúrulega áfram að spila rosalega vel og skora en bara ekki fáknarlega mikið og hratt eins og í þessa 3 mánuði og þá datt Sturridge í gang aftur sko og fór svona ég hugsa Sturridge hafi skorað frá febrúar og fram til loka tímabils hafi Sturridge skorað meira heldur en Suárez og þess vegna þannig enduðum við líka með sko 2 markahæstu leikmenn í deildinni í sama liðinu en munurinn á því liði og þá og núna var að manni fannst eins og þá sko að þá datt Rodgers niður á bæði leikmenn og liðsuppstillingar sem að hentuðu Sturridge og Suárez og þú veist það sem sagt náða að þjóna ofur stjörnum sinn í dag að það bara þú veist aldrei trú á varnarleikin samt í því tímabili ekki í rauninni ekki það var svolítið verið að máliði sprungurnar þar með geggjaðri sókn en í dag þá ein súperstjarna í liðinu en hann stendur á hliðarlínu og það er voðalega erfitt að dekka manni sem stendur á hliðarlínu og maður bara ekki eins og ég hef sagt á þér í þáttum ég man bara ekki eftir að hafa verið afslappaður yfir því hver missir af leik núna til dæmis að þá kíkti á Twitter fyrir leiki og Lovren veikur Lukas kemur inn hugsa með mér, Lukas en ekki Klavan skiptir engum máli, við erum samt alltaf að fara að vinna þennan leik sko og maður bara alveg dauðslakur og ef maður vantar í næsta leik eða þeir eru allir að spila ógeðslega vel en það er enginn þeirra samt eitthvað þannig að maður hugsa með sig að þetta hrynur alltaf ef að vantar Coutinho eða Lallana eða eitthvað og sérstaklega því að það hefur verið að sýna sig þetta lið bara heldur dampi eins og þú segir við höfum ekki verið að ná að stilla upp sama byrjunarliðin endilega leik eftir leik út af endalausum einhverjum meiðslum og veikindum og glóðaraugum og ég veit ekki hvað og menn eru samt bara að halda dampi það er alveg saman hver kemur að inn nú Wijnaldum til dæmis bara fastur á bekknum hann misti úr 2 leiki og Emre Can kom inn bara með látum og nú er hann búinn að skora í 2 leikjum í röð lítur ekki út fyrir það er fljótt skipast veður, ég meina fyrir mánuði síðan þá vorum við í alvörun að ræða bara hvernig kemst Emre Can aftur inn í þetta lið og hann var bara í þeirri stöð hann þurfti bara að gera svolítið eftir sínum tækifæri og meðan Wijnaldum, Lallana og Henderson voru jafn góður og þeir voru
Og svo gerist það, Wijnaldum meiddist og þá bara kemur Can inn og maður í mannstað og Can spila núna bara eins og besti miðjumaðurinn okkar, þannig að þá er maður að segja hvar í ósköpunum kemst Wijnaldum inn. Og þetta held ég sé líka svolítið sterk skilaboð til leikmanna. Það er alveg saman hvort þú heitir, Sturridge eða Wijnaldum eða hvað, hvort þú ert einhver stjarna eða hetja, eða jafnvel hvort þú ert búin að vera lykilmaður í liðinu í haust, að ef að þú ferð úr röðinni eins og sagt er og maðurinn sem tekur við að stendur sig vel, að þá verður bara að gera svo að fara aftast í röðina. Og og ég held að kannski einn punktur sem mér langar að koma að því ég hugsaði örlítið þetta eftir leikinn á sunnudaginn. Mér finnst þetta kristallast svolítið í að því að mig grunar við ætlum að fara svolítið líka að mæra leiðtogan okkar og svona aldursforsetan og annað í þessu liðu á eftir. Og lítur til dæmis á fyrirlegan og varafyrirlegan, Henderson og Milner, og lítur á manni eins og Lucas Leiva, og lítur á manni eins og Adam Lallana, þessi gæri eiga það allir sameiginlegt, það er enginn að spila í stöðunum sinni í dag. Og það er ekki búið að heyrast múkki í þessum mönnum, ekki einu sinni eitthvað svona semi-jákvætt eitthvað. Þú veist, ég alveg get að trúa því fyrirfram að Milner myndi segja eitthvað eins og já, ég er miðjumaður og vonast eftir að leika þar, en auðvitað mun ég skila mínu fyrir félagið á meðan Klopp þar mig í bakverði. Við erum ekki búin að heyra neitt svona í vetur. Er hann ekki lengja ferilinn hjá þessum mönnum líka bara með þessu breytingu? Já, en þú veist hvað ég meina. Þú veist hvað ég meina, þegar menn eru beðnir að spila kannski, frammeiri beðnir að spila út á kanti eða eitthvað, að þá heyrir maður svona hluti. Ég er betur frammeirinn á kantinu, en ég geri það sem að þjálfarinn biður fyrir lið. Þú veist, sem er svona meira og minna þessi duldu skilaboð. Við höfum ekki heyrt neitt svona í þessum mönnum. Milner er bara orðinn vinstribakurur, Henderson er bara orðinn varnartengilegur, Lallana er bara orðinn miðjumaður, Sturridge er bara orðinn varaskeifa og hann er líka búinn að gefa fokkjumerki á okkur, sérstaklega í sumar, við erum búin að tuða yfir öllum breytingum, sko, tókum Milner, sumarið fór í Milner hjá okkur, sko, að röflið við því. Hvað við? Þeir af okkur sem tuðum við Milner, eins og ég og Einar, látt okkur vera Steini, að auðvitað, hann er búinn að skipta bleið okkur og stinga snuð upp í okkur, en ég meina þetta kristallar svolítið hugarfarið í liðinu núna. Það er bara liðseildin ofur öllu, menn spila fyrir hvora aðra, menn er að hjálpast að hvort sem út í liðinu eða ekki, þinni stöðu eða ekki, og það er bara Klopp sem ræður og það er engin stærri en Klopp og við erum búin að bíða lengi eftir því að hafa þannig mann á liðalínu með fullri vinningu fyrir öllum mínum. Og þú veist, þetta er að skila sér í bara skínandi leikgleði og allir vita sitt hlutverk og allir eru ánægðir. Það er náttúrulega auðvitað að vera ánægðir meðan liðinu gengur vel, en ég minn hvað ég ætla að vona að þetta haldist allt saman. Klopp virðist bara geta gert allt ef hann myndi vilja setja Sadio Mane í markið eða eitthvað, þá verð ég bara ekkert stressaður. Því ef Klopp vill það, þá vill ég það. Hann er líklega mjög góður. Maggi, það er eitt sem tek út úr sem hjá Kristján alltaf. Þetta er aðeins fara að fara taugarnar á mér eftir sem líður á tímabilið. Það er engin stórstjarna í þessu liði annar en þjálfarinn. Ef þessi leikmenn okkar er ekki að verða stórstjarnur, margir hverjir fyrir bara framan nefið á okkur núna, þá veit ég ekki hvað við erum að horfa á. Ég veit hvað, ég er alls ekki að meina, ég er ekki að skamma þig, sko, en þetta, þú veit ekki inni sem er að segja þetta, er alltaf að tala um að sé engin stórstjarna í þessu liði og klárlega er það liðseldi sem er að vinna þessi leiki, en ég meina, Coutinho er búinn að vera bestu maður þessar deild núna að það sem af er tímabili, er hægt að taka ykkur á öðrum liðum líka sem hafa gerð alveg klárlega tilkall, en hann er klárlega upp þér og ég meina nánast í allir sem er að spila hjá okkur í dag eru á pari við það sem við erum að sjá best í hinnum liðunum líka, en það er Liverpool á toppnum. Þetta er alltaf liðans Klopp, sko. Það er alltaf bara... Hvenær verða Coutinho og Firmino, hvenær flokka á þessar stórstjörnur? Ég held að við séum alveg komnir á það að segja það, þetta séu stórstjörnur, það er alltaf bara, en sko það sem er náttúrulega bara að því út að tala röfluðu okkar í sumar, við vorum allir með einhverjar pælingar og væringar og væntingar í ákveðnar áttir, en ég held að við höfum... Það er rosa erfitt að halda út í svona síðu öðru sig. Já, en ég held að við höfum allir sagt það og ég ætla að hann að sagði það, ég var ekkert ánægður með allt sem ég sá í sumar og hafði áhyggjur af ákveðnum hlutum sem að maður bara, þú veist, af reynslu líka vegna sem við gátum ekkert nema í nokkrum leikjum í fyrra vor, en við sögðum alltaf að þú veist, þetta lið mun standa og falla með því að Klopp nái að setja sitt handbragð á það og þannig er, þú veist, og það er þú kemur upp á Anfield, þú veist, ég kaup mér alltaf bóli og það þýddi ekkert að reyna að finna sér eitthvað ból öðru seldur en Klopp-ból. Öll kvótin, þú veist, þeir voru konum með á þýsku hérna, The Normal One og ég valdi mér hérna mynda á honum með gleraugun þar sem við vorum með hann í hérna,
þar sem hann talar need to turn doubters into believers, þeir voru með hann í reggibúningi, þeir voru með hann í sko hermannabúningi, þú veist, bólirnir og treflarnir, það var þýski fáninn, þá voru vitniðarnir í Klopp, þú veist, þannig að Jürgen Klopp er stór stjarnan í félaginu, það er bara þannig sem það er og á hann leggja bara allir traustið, en auðvitað er það náttúrulega þannig að Coutinho er náttúrulega bara búin að vera af öðrum heimi og mér endar eins og segi, mér finnst bara veist, það sem er kannski akkurat í þetta og maður er farin að svona velta fyrir sér til dæmis þessu öll, Milner var frábær í þessum leik og náttúrulega kannski það sem náttúrulega einmitt við erum að tala hans frammistöðu að það er náttúrulega alveg klárt mál að sko einhvern tímann örugglega mun eitthvað lið vinna sig í gegnum þessa pressu og láta okkur einhvern tímann líta illa út en á móti munum við vera með svona held ég 15-20 svona leiki þar sem að bara bakvarðarstaðan í þessu fótboltaliði er bara ekkert hefðbundin vinstri bakvarðarstaða. Þetta er bara wingback staða í 4 manna vörn og þú bara, þessi gaurar, þeir eru bara með pressuleyfi alveg út í 1 og svo gleymast kannski sko menn eins og Henderson sem var sko er alltaf í defensive midfielder. Ég hugsa að Gerrard gæti spilað sem hefði getað spilað sem varnarmaður með þessu liði eins og hann var 2013-14 að nákvæmlega sömu ástæðu. Aggressív heitin upp völlinn er svo gigantísk og það er auðvitað bara það sem það er og ástæðan fyrir því til dæmis að þetta lítur allt vel út er það að varnarmenn liðana hérna og það var alltaf í þessu Watford-liði sem var reyndar á einhvern ótrúlegan hátt breyti leikkerfið sín úr 3 manna vörn í 4 manna vörn sem að hjálpa okkur gríðarlega að þá er það bara það að kannski 2 sinnum ég var alveg að því ég ákvað að bara sitja hver einu og opnuðu stór svæði sem var helviti erfitt fyrir þá að gera í en í fyrra skipti reddaði Matip og hitt skipti reyndi komast í sókn en á móti þá voru við, ég hugsi alveg að tala, við hefum kannski unnið hann, ekki undir 30 sinnum með svona pressu og það er auðvitað bara þess vegna sem það er að það eru bara allir að spila vel en auðvitað náttúrulega er Coutinho á því planinu að þú sér það bara, hann er komið svona Suárez ára í kringum hann og þá er ég ekki að meina að bera saman við það en varnarmennir, þeir fara ekkert í hann, eða horfið á það, þeir standa bara vegna þess að þeir vita að því, þeir koma rætt í hann, þá er það bara farin og ég hugsaði reyndar allan tíman, ég væri svo til í það að kaupa Luis Suárez aftur í þetta lið, það kannski erfitt að koma honum í liðið, en það sem að hann hefði verið flottur í þessu fótboltaliði. Tókst ekki undir læginu? Það var eina vonda við sem sætti sér í, það var helvíti langt í kopp sko, og það sátu drengi frá Bangladesh í kringum mig og normenn fyrir neðan mig og svíjar. Ég ákvað bara mjög fljótlega syngja bara með og standa upp og gera það sem maður gerir sko. Þannig að ég hugsaði bara vá fyrir Suárez að vera svona því að ef hann er góður í einhverju þá er það að hann sé að pressa hátt. Það sem er aftur á móti vandamálið í þessu og það er þessir ágætu vinnur okkar sem við spjöllum við að núti og telja sig vera svona ágætlega nálægt félaginu er náttúrulega það og það er strax þetta komið Ronaldo búinn að gefa út opinberlega að þeir þurfa að ná í Coutinho og þeir eru konur með hann í hverja samningu við öðran hættan er alltaf svo þeir eru með Suður Ameríkum en að það sé eitthvað að fara að kjá í það því að Coutinho ef hann spila svona þá vitum við það að hann verður heitasti bitinn á markanum næsta sumar. Það er bara þannig. Fyrir Coutinho, ef hann spila svona, þá er þetta ekki spurningin hvort heldur hvenar, hvort að það er 2017 eða 2018, þá er það að selja hann fyrir nálægt heimsmynda. Svo ég klári það samt líka það sem þeir töluðum og þá aftur það sem ég ætlaði kannski líka að tengja inn á. Það sem er náttúrulega, það sem er að gerast kannski núna sem að ég ætla ekki að fara að velta því upp, en það er bara þannig að það sem að virðist vera að gera með klúbbinn okkar og maður finnur það þegar maður er þarna úti finnst mér að það er bara þannig að núna er kannski verið að setja upp lið og setja upp, hvað skulum við segja, elementi þarna í gangi sem að geta kannski haldið svona gaurum og líka framkvæmdastjóri og líka ekki síður framkvæmdastjóri með bein í nefinu sem segir bara, herðu bara FU skilur og það er eins og líka að tala Þakko er alveg búin að fá, þú veist, menn sé ekki með í blöðunum að þá, þú veist að það er bara, það er allt búið og það vildu meina það er ákveðna hreinslu. Vegna þess að þannig bara komið maður sem stendur í lappirnar aftur á móti við þess og ég heldur áfram að slúðra það, að þá er náttúrulega þessi kjarasamninga, þessi nýji samningsviðræður við Coutinho að lendi í smá vesinni því að hann er með einhvern umbóðsmann sem ég þekkti hann ekki. Jú, Primo, þannig að Tevez og Mascherano umbóðsmann. Já, ok, ég vissi það ekki. Að þá, sem sagt, er það að hann er ekki tilbúin að semja neitt upp og nýtt,
að því nema að fá sko buyout klásúlu og það þetta bara málið að, þú veist, minna það búið að borga 100 milljónir fyrir Pogba, þannig að við hefum bara, ef það verður eitthvað samlingur, þá erum við bara þá að fara í einhverjar 150 eitthvað, því að þess vegna, því að komið á þetta fréttir í haust að þeir væri byrjað að ræða við hann, en það var eitthvað stopp vegna þessi starfinn, núna ekkert svoleiðis, en þeir vilja ýta því inn, þannig að en á móti, að þá bara lúkkið á klúbbnum okkar núna og meina þetta sem í gangi núna, það alveg augljóst mál og klárt, að það bara öll umræðan, ég meiri segja, hann ekki uppáhalds, hérna, hvað er þetta, fótbolta, lýsandi minna, Craig Burley, tala hann oft með rassinu gagart Liverpool og hann bara sagði það, þú veist, að þetta náttúrulega bara lið sem að, þú veist, maður missir ekkert leik með þeim og þú veist, það ekkert lið sem að fer inn í leiki með sjálfstöðust á móti Liverpool í dag. Og það náttúrulega vonandi eru þessi gaurar nú með bein í hausnum og mér skilst að klúbbarinn hefur gert rosalega mikið til þess að ýta undir það konum með fjölskyldurnar þarna og verið að reyna að búa til einhverja stemming í kringu það. En það bara samt auðvitað þannig að allt í henni fyrir Coutinho farin að snúa við hausum og veist, það var náttúrulega, og lappar út á götu í Liverpool, þá sástu tvö nöfn á bakinu á þeim og það mun kannski bætast þriðja við í manni. En það voru, krakkarnir þarna voru allir í Coutinho og það fyrir mínu á bólum, þannig að þeir eru auðvitað orðnir, hvað að segja, það eru þeir sem selja treyjurnar, þessi tveir. Ég ætla þess að stoppa umræðu mögulega sölu á Coutinho núna. Bara, ég vil ekki heyra, þetta 11 umferðir, við erum loksins búin að fá þessa 5-10 leiki frá hann í röð sem við erum búin að bíða eftir og nei, Kristján, ég vil ekki heyra þið tala sölu á Coutinho. Nei, ég ætla ekki að tala hana, en ég var að fá að skjóta inn að munurinn á liðinu núna eða félaginu núna, því við getum líka kannski komin á eiganda til FSG og hvað voru að gera þarna í stólnum við hliðina á Klopp eða fyrir ofan Klopp, hvernig sem það munurinn sá, þegar menn seldu Suárez og í rauninni þegar menn seldu Torres líka, þá vissum menn ekkert hvað voru að gera í staðinn. Ef að hvort sem að það væri Coutinho eða Mane eða fyrir mínu eða ykkur færi á næsta eða það næsta ári eða whatever, sem eru eðlilegir hlutir ef þessi menn ætla að spila svona vel í Liverpool áfram. Þá hefði ég engar áhyggjur því að mér finnst þessu strúktúrin sem komið núna. Mér finnst þessu FSG séu búin að taka sinn tíma, þeir eru búin að ná þessum strúktúr núna. Það er alveg klátt bæði með Klopp og fólki í kringum hann, það ekkert eitthvað transfer komið í kjaftaði núna. Menn virðast vera með alveg skýra sín og Klopp náttúrulega hjálpar helling með að koma með þá skýra sín inn með því að segja bara þú kaupir mikið óþörfu og annað. Og við höfum alveg verið að sjá það í vetur, til dæmis Coutinho hefur alveg verið að missa leikinn í vetur og það sé ekki högg á vatni á liðinu, þannig að það ekki eins og hann sé eitthvað að draga vagnin frekar en annar. Það í rauninni bara að spilast eins og 11 súperstjörnur eða 15 súperstjörnur í þessu liði. Og það greiðlega jákvætt, sko. Þú ert að tala þarna liðið, ef við missum einn út í hópnum, þá eigum við nú þegar í okkar liði menn til að koma inn og við erum að ná að vinna kringum þetta. Þú getur rétt ímyndar ef við seljum Coutinho og þú veist, við erum að tala söluverð upp á það mesta sem hefur verið fyrir leikmann og ég sé ekki ástæðu til þess að vera að selja leikmann núna í þessu liði þegar Dortmund hjá Klopp sem var miklu minni budget í rauninni, það fór í úrslit meistaradeildarinnar og var mest spennandi liði í Evrópu. Af hverju ættu þeir að vilja fara frá þessu Liverpool-liði sem það mest og heitast á markaðnum í dag? Af því að það bara öðru sem Suður-Ameríkumennina og Real og Barca. Við vitum það alveg að allt sem við vitum Coutinho og þessa menni gegnum tíðina segir okkur að hann dreymir að spila hjá Barcelona. Það bara staðreynd. Nú ertu komin aftur í þessar leiðindaslóðir. Þú leiddir mig á þetta, það var þér að kenna. Já, þú hættu þessu, djöfislega röflegar hérna. Herðu, ég hef ekki eins miklar áhyggjur af því ef við myndum missa okkar bestu menn eins og við gert undanfarið nákvæmlega sömu ástæðu þú segir og líka bara að skoða ferilskarna hjá Klopp hjá Dortmund. Hann misti á hverju einasta tímabili sinn besta leikmann og liðið bætti sig hvert einasta skipti, þannig að ekki að tölur ágjöra því, en það er annað sem við kannski eftir 11 umferðir að sjá hvernig liðið er að spila Steini, þessa óboðslega hápressu, þá fór ég aðeins að skoða hvernig þetta var hjá Dortmund, hann alltaf brenglar svolítið vetrarfrí, ég fór að skoða stigasöfnun, bara í leik, fyrir og eftir áramót, sendi ykkur þetta, eins og ég segi, vetrarfríin alltaf brenglar þetta svolítið, en hann var hann ykkur 7 tímabil og liðið var síðustu 4 árin töluvert betra eftir áramót heldur en fyrir áramót og Dortmund þegar voru að komast á toppinn svona snemma þá heldur þeir alveg og það er líka gaman að skoða stigasöfnun hjá Liverpool bara heilt yfir, tók stöðuna eftir 11 leiki og svo aftur eftir bara í lok tímabilsins þá er Liverpool
Við erum að halda, og ég held að þetta sé bara nánast ég held að þetta sé svolítið líkt hjá flestum liðum, sko, þó þetta sé alls ekki algilt, að það sko, við erum að safna núna 2,37 stigum í leik, þú veist, það þarf eitthvað rosalega mikið að gera til að það detti niður í hérna, eitthvað mjög langt niður bara eins og á síðast tímabili sem við vorum bara í 1,58 stig að meðal til leik, þú veist, það þarf rosalega fall að vera. Sko, Ertu búin að bera þetta? Heldur að vetrarfríi núna, heldur að hafi lært nóg á síðast tímabili, og heldur að Evrópa skipti ekki það miklu máli, eða hvernig metur þetta hjá? Ertu búin að bera þetta undir hollenska þjálffræði gaurinn, eða? Ekki. Ég ætla að gera það næst. Ég var bara þessi dag, ég var bara búin að bera þetta undir ykkur, sko. Það bara ver heginn hvað hann heitir. Ég þarf að fá staðfestingu á það. Hann var nú ósaklopp á Twitter í gær, sá ég, þannig að það ekki meiri prinsipmaður en það. En það búið að gera það nógu mikið. Ég held að þessi tölfræði sem þú tókst saman sérstaklega varandi Dortmund blásið svolítið út af borðinu þessar raddir sem maður búin að heyra alveg trekk í trekk að Þetta ekki bara bæting, heldur undan fyrir 4 tímabil, þetta rosaleg bæting, sko. Já, og það búið að vera það sem maður er búin að heyra mjög mikið utan að sér akkurat þetta, sko, lið undir Klopp halda ekkert út, þeir halda ekkert út þessari miklu pressu og að menn springi á limmin, en þarna bara tölfræðin segir okkur bara gjör ólíka hluti, en það kemur mér ekkert óvart með Klopp, ég hef reyndar aldrei sögt mér orðið, ég bara þakkláttur fyrir að þú hafir kíkt á þetta, því að þetta mjög gaman að horfa á þetta, hann er að bæta sig töluvert, við erum að horfa á að Ég skal setja þetta í færsluna fyrir síðustu 4 tímabil, þá var hann að bæta sig 2011-12 2 stig fyrir áramót og 2,76 meðaltali eftir áramót. Sem það rosalega þetta 17 umferðir, 2,76 stig í leik. Já, og sko síðan förum við í 1,76 upp í 2,12, 1,88 upp í 2,29 og 0,88 reyndar afburðarslagt upp í 1,82. Þannig að þessi mýta með að hann og liðina springa á limminu hún er náttúrulega bara bullshit. Þannig líka Dortmund alltaf í Evrópuleikjum líka, sko. Þeir eru að spila pottet jafnmarga leiki og Liverpool að fara að gera eftir áramót. Alveg, það er bara deildabikar þarna sem er á Englandi sem er umfram þetta. En það sem að mér fannst svona ennþá flottara, það var að sjá setja þessa stigasöfnun okkar á þessa fyrstu 11 leiki á þessu tímabili í samhengi. Og þetta eru 2,36 stiga meðaltali leik. Árið tímabili 2013-14 þá vorum við með 2,22, þannig að við erum að exceeda þá, vorum við í helvíti góðum málum þá. Og 2008 tímabili þá vorum við, það er eina tímabili sem að svona stendst saman. Við vorum jafnmörg stig eftir 11 leiki eins og núna þá, sem er svona næsti, og við náðum 86 stiga tímabili þá, sko, þannig að þetta er bara mjög gaman að sjá þetta bara á þessum tímapunkti, því að sko auðvitað er rosalega mikið eftir, alveg eins og Klopp segir, en við höfum verið síðustu tímabil á hverju ári í podcastum að meta liðið út frá því stöðunni hverju sinni, og við verðum að gera það líka núna og staðan er bara ógeðslega flott. En það sem við hjó eftir hérna hjá ykkur áðan og blanda mér ekki inn í, það er þessi bannsetta umræða transfer committee og þetta allt. Ég held að það sé bara að sýna sig núna eftir að Klopp tók við og fékk að setja puttan í þetta, að þarna liggur munurinn á milli stjóra. Það er alltaf stjórinn sem að ákveður á endanum hvaða leikmenn eru keyptir og hvernig þeir passin í púslið. Það er alveg sama hvort að það er eitthvað sem heitir Director of Football eða Transfer Committee eða whatever. Það getur bullað hvað sem er hvaða nafn á þessu. In the end er það alltaf stjórinn sem ákveður þetta.
Tökum aðeins boltan Steini, hvernig finnst þér þá þessar fréttir núna í vikunni við erum að ráða þarna bara sporting director sem tekur bara, ég horfi á þetta sem svona fótbolta ákvarðanirnar, hann er í þessari nefnd sem alveg óbreytt og Klopp mjög hlynntur og hann sér ekki eins mikið viðskiptahlutann og það talað að taki bara maður við þeim hluta af þegar ég hætti að það komi nýr inn eða þá að færist yfir á einhvern annan heldur en þennan Michael Edwards. Hvernig líst þér bara á þessa ráðningu yfir höfuð? Heldur þetta skipti einhverju máli eða hvernig? Ég held að þetta skipti litlu máli varðandi kannski liðið sjálft. Ég held að þetta skipti meira máli upp á að liðka til fyrir hlutunum. Ég meina, maður hefur haft á tilfinninguna að hann sé í of mörgu. Hann er náttúrulega stjórnandur þarna, en ég held að sé svona svifta fókusnum aðeins í tvær áttir að það verði ykkur sem að horfa á kommersial hlutan og annar sem að hjálpa og klára þessa díla alla því að þetta er ekkert smá batteri svona félagi þetta. Þetta er risavaxið fyrirtæki. Já. Þetta er nú sann sko eins og í strúktúrnum hjá þeim í Bandaríkjunum, Boston Red Sox, þá er þetta rauninni eina aðal stöðunum. Sko general manager þar held ég sé í rauninni stærra dæmi heldur en þjálfari. Þeir skiptuðu þjálfara miklu oftar heldur en general manager sko. Það er svolítið ólíkt hlutunum eins og þeir eru á Englandi og hafa verið á Englandi og ég held að þetta komi til að hjálpa til að því að sko þetta er þannig, þú sem stjóri, það er löngu horfins á tími að stjórinn var að vasast í því að ákveða hvaða leikmenn voru keyptir. Hann kemur fram með kröfur, hann vantar í ykkur ákveðna stöðu, ykkur ákveðna típu af leikmanni. Skátarnir komu með sína skýrslur inn, transfer committee eða hvað þú kallar þessa nefnd eða hvað þetta er, ykkur sérvalinn hópur af stjórnendum sem að rúlla í gegnum þessar skýrslur og pikka út nokkra aðila. Þeir eru lagðir fyrir stjóran, hann fylgist kannski með þeim, kannski búinn að fylgjast með þeim áður, þeir horfa á fótbolta yfir þessi stjórar og síðan kemur ykkur direktor sem á að klára dílinn. Það er ekkert nýtt undir sólinn þarna. Þetta er bara, þú getur sett bara ýmis nöfn á nefndina og á ráðið eða hvað þú gefur því og síðan er ykkur sem er með authority til að klára samningan og hann er með lögfræði teymi í kringu sig. Þannig að ég held að sé bara verða með þessari ráðningu verða skerpa bara fókus fyrst og fremst. Mér líst bara mjög vel á þetta. Sammála því strákar, Kristján. Ég ætla að grípa þetta inn, ég held að tróma þetta eitt sem sé augljóslega að gerast það það var verið að vinna með transfer committee á ákveðnum tímapunkti og svo ennþá sem sko. Já, sko, en það verður með það sem maður bara hefur lesið og með það sem að góður vinnur okkar allra, Mattías nokkur, vorum að ræða þetta við pizzastaðnum sem ég fann einar. Ég fann pizzastaðan okkar. Ég er að segja þér. Ég var ekki fulltíðan fyrir þetta. Þú getur áttið skera pizzuna fyrir alltaf. Já, ég veit alltaf það. Þeir myndu nú ekki eftir mér ef þau ekki það. En það sem ég ætlaði að fara að segja var að þessi transfer committee, hún var aktúell hlutur og hún var að taka ákvarðanir og stjórinn var einn af þeim sem var og þeir fullyrða það hafi verið keyptir leikmenn inn sem að Rodgers ekki vildi. Svo undir lokin það kemur að hafa tokstur þetta milli sérstaklega þess að Edwards og Rodgers og svo það sem gerist það undir lokin að þá eftir einhver ævintýri þarna þá fær Rodgers þetta loka vald til þess að ná sér í leikmenn og það sumir segja verið Balotelli dillin, ég veit ekki hvaða dill það var nákvæmlega sem settið yfir og til dæmis fyrir það að kaupa Christian Benteke á 30 milljónir punda, það var hans ákvörðun og krafa. Þannig að þegar að þetta dettur upp fyrir, að þá náttúrulega það þannig að Klopp vanur að vinna með þessum yfirmönnum sem í þarna í gangi og hann var á flott viðtali sem mér fannst tekið við hann Edwards, þar sem hann sagði að ég bara
sáttur við þetta og bara glaður við að gera þetta vegna þess að, þú veist, eins og Steinar að lýsa, ég get ekkert verið, þú veist, legið yfir öllu og svo fæ ég upplýsingar frá þeim og ég tek endanlega ákvörðun. Þannig að þetta transfer committee sem var í gangi, það var klárlega þannig að þeir voru að reyna að taka þennan ameríska struktúr sem að þú ert að lýsa og, þú veist, menn tala hvað gaman að því, Markovits til dæmis, sem leikmann sem að Rodgers vildi ekki fá en einhverjir í transfer committeeinu vildu fá og svo var það kosið 3-2. Sumir vilja meina það að Rodgers hafi orðið að taka Balotelli því þegar við sagt nei við einhverju striker sama dag að því transfer committee vann hann 3-2 og eitthvað svoleiðis. Þannig að ég held að við mögum ekki kannski vanmeta það að það hafa orðið breytingar og veist, kannski Kristján orðaði þetta ágæðið því að ég hef alveg verið skeptískur líka á FSG en þeir mega bara þeir verða að eiga það sem þeir eiga allavega í mínu hjarta. Völlurinn er náttúrulega frábær, ótrúleg breyting á þessu svæði þarna frá og allt það og þeir eru bara núna held ég bara búin að læra þennan struktúr alveg mjög sterkar sögur núna þegar við farið í Klopp þegar réður Rodgers en Klopp ekki tilbúin þá alltaf verið klárið að hann verið þeirra maður þegar við búin að tala við hann sama dag og hann hætti með Dortmund og hann hafi sagt ekki tilbúin að gera þetta strax og talið við mig ef ekkert gengur í haust það þeir vita þetta og þá er ég bara alveg sannfærður um það að eitt af því sem þeir átt að sjá er það þarna er þeir með karakter sem að er sterkur og stórstinnur eins og Sokki sko og eru líka vanir að vinna með svona struktúr í íþróttunum sem að ég held að sé hjá þeim öllum þessum stóru félögum í heiminum. Farsinn er auðvitað á Spáni þar sem menn geta verið kosnir forsetar út af það að kaupa einhverja leikmenn en ég meina City er með svona mann skilur mig, United er með svona mann, Chelsea er með svona mann Everton var að kaupa gaurinn frá Leicester sem að er sá sem er að vinna með stjóranum og er tilbúin að standa í skugganum og Klopp er það stór og hann er það gáði sig, ég ætla ekki að segja hrokafullur en hann veit það mikið sjálfa sig að honum er ekkert ógnað svona gæja en Rodgers kallinn hefur ekki verið nóg stór þannig að þessi kallar er ekki bara hann Liverpool þessi umræða ég sé þetta ekki á hinum liðunum þess vegna held ég að þetta hafi verið aktuelt meira mál hjá okkur heldur en hjá öðrum félögum og það er bara vaxtarverkir FSG minna þegar ráða Komóli reka hann fljótlega, við veitum ekki hvað það var eitthvað í gangi sem þeir voru ekki sátti við honum þeir eru bara að læra og ég fer ekkert á því, ég ætla ekkert að draga úr því að mér leist ekkert á allan byrjun, mér fannst að gera slæm mistök á stórum köflum, en þeir verða líka eiga það sem þeir eiga og þeir hafa lært mjög hratt, ég var gríðalega ánægður með þeir fóru í gegnum Klopp, það er frábær þessar breytingar á vellinum og nú skilst mér það að enn eitt slúður sem ég hef eftir mönnum á svæðinu þarna úti, að vegna þess að þeir eru búin að vera með Anfield Road lokaðan og í heilt ár út af framkvæmdunum og þá þessi vegur þarna fyrir aftan hann í Road End sem lokar og núna séður að fara að keyra í gegn næstu stækkun sem við myndi fara með völlin upp í 58 eða 59.000 þannig að þeir eru að gera þetta allt rétt og eitt af því sem ég held að þeir séu bara að læra er að svolítið að horfa á það sem Einmitt Steini var að segja á þannig að það er ekki hægt að vera með mann sem er að gera allt það sem að Ian er búin að gera og Edwards tekur ákveðin hluti á honum, ég man ekki hvað tekur hitt og þetta er bara kerfið sem þeir eru að gera. Nei, okay. En þú veist og þannig að ég held að þessi transfer committee hugmynd sem er tekin úr einhverjum pælingum og einhverjum svona amerískum, hún var reynd, hún gekk ekki og þá bara gerum við þetta svona, fá einn stjóra sem að klárlega getur unnið með svona hópa bak við sig en það er líka held ég að sé alveg klárt og ég allavega trúi því að það getur ekki verið þú ert komið með það blaðamenn þessar sem eru þarna úti, tala um þessar transfer committee, það hlýtur að vera eitthvað til í því að ákveðnir leikmenn voru teknir inn sem stjórinn var kannski ekki alveg að vilja og það er þetta náttúrulega Lasse Markovits besta dæmið, þið borga 20 milljónir fyrir hann og hann fikk aldrei séns þannig að það var eitthvað þarna bygglis í gangi fyrir mína mögulega líka. Já, mögulega líka. Já, svo það er náttúrulega frábært ef það er því að Rodgers var nú sem ekki endilega nýta hann alltaf rétt. Þannig að það var eitthvað í gangi og menn eru bara búin að læra. Ég held að mér líst allir þeir sem að tala um að úti, þá er þetta gaur sem að menn vilja meina verði flottur fyrir félagið. Já, ég er með samsæriskenningu varandi fyrir mínum. Ég vil meina að hann hafi verið keyptur með Klopp í huga. Það bara, hann passar of vel og hann er of góður í því sem Klopp er að gera. Það getur bara ekki annað verið en að menn hafa verið að hugsa með sér Rodgers þykist ekki geta notað, hann er ekkert svakalega endilega spenntur fyrir honum sem að sést best á því að hann var ekkert alltaf í liðinu og svona hjá honum
En við getum líka alveg verið að hugsa eitthvað annað hérna eftir 2 mánuði og þetta geða leikmaður frá Þýskalandi, þannig að. En þetta ykkur ekkert huga að bara Rodgers hafi ekki haft klú lengur hvað hann var að gera? Ég þarf að sjá bara holninguna liðs, Klopp búin að ná á 12 mánuðum að hinn þú veist, var bara... Algjörlega stíðust, og það sögðu við náttúrulega hérna... Ef Rodgers barðist fyrir því að fá Benteke, þá hafði hann ekki klú lengur. Því að Benteke gengur gegn öllu því sem Rodgers búin að reyna að gera allan sem feril og við sögðum allir síðasta sumar. Frábær leikmaður, en ég sé ekki hvernig hann passar hjá Liverpool. Og það bara svolítið það sem Liverpool var statt þar. Alltaf mörg kaupjáður voru klúlaust. Já, ég sammála því. Öll kaupin í sumar bara, sé nákvæmlega hvað þessi maður að fara að fitta inn í þessum Klopp hugsa. Og það ennþá sömu menn þarna sem eru í kringum þetta, allir sömu menn, málið bara, munurinn ég bara fer ekki ofan á því, munurinn bara, nú erum við með stjóra sem veit hvað vill, veit hvað vantar upp á, áður var gaur sem var að kaupa, hann var að kaupa nöfn og kaupa hitt og þetta, en hann vissi ekkert hvað hann ætlaði að nota þá og var algjörlega klúlaus með það, þannig að ég held að þessar samsæriskenningar séu bara flokknir út og gluggar bara í gær. Steini, berðu saman til dæmis bara kaupin á Firmino í fyrra og kaupin á Sadio Mane í ár, 2 gæða leikmenn sem kom fyrir svipaðan pening og í rauninni kannski engin getur munur á þeim þannig eitthvað á pappír, en við vorum miklu spenntari fyrir Mane í sumar heldur en Firmino í fyrra. Einfaldlega því að leið og við vorum linkaðir við Mane þá bara draumaleikmaður fyrir Klopp. Við vitum nákvæmlega hvað Jürgen Klopp að fara að gera við þennan mann og það bara búið að rætast á þessum fyrstu 3 mánuðum. Ég voru alveg spenntur fyrir Firmino líka. Ég að segja, við vorum spenntur fyrir Firmino sem leikmanni en við vorum alltaf að ræða alveg fram eftir hausti. Hvað besta staðan hans? Hvar finnur hann stöðuleikann? Af hverju hann inn út úr liðinu? Á meðan leið og Mane var keyptur þá bara sögðu þetta komin hægri kanturinn sem að Klopp vill. Hann verður á hægri kantinum og hann áttur að skora fullt af mörgum og hann áttur að leggja fullt af mörgum og bara búið, þetta ekki flókið. Og það bara svolítið það sem að Klopp hefur gefið ekki bara okkur sem stuðningsmönnum, heldur leikmönnunum og klúbbnum í kringum sig. Hann hefur gefið mönnum það sem þeir kalla clarity á ensku, það bara skýra sín fram á við á öllum stöðum og við erum að sjá liðið bara eins og einhverja stjórnlausar hræðilegst fram á því núna innan og utan vallar. Það sem að þessi maður búin að gefa okkur á 13 mánuðum í rauninni bara fáránlegt. Málið með Rodgers, að það var bara yfir tannig ef kaupin voru ekki að ganga upp, þá var það einhver transferkommittee sem var, hann fekk ekki að ráða. Ef eitthvað gekk smá upp, þá var það hann svona að hitta á það. Þetta var bara svona eftir á afsakanir alveg hægri vinstri. Og ég minni á það að ég var spenntar fyrir Frank de Boer fyrir 13 mánuðum heldur en Jürgen Klopp, þannig að hvað veit ég, en ég allavega gríðarlega feginn að var ekki listað á mig þar. Kristján, við höfum líka eftir að gera grína þessu alltaf fyrir pistilinn frá í haust, sko, það við ætlum að gera það reglulega. Kristján, pistillinn var góður Einar, það var tísti sem að þið gripuð og misskildu alveg svakalega. Ég ætla samt að grípa aðeins inn þessi Steini-staði. Mín stærsta gagnrýni á FSG, alveg bara sem að var til þess að mig langaði alveg að fara út og hreinsa skrifstofunir, var það að reka ekki Brendan Rodgers eftir endirinn á tímabilinu 2014-15. En þar náttúrulega samsæriskenningin segir svo að þeir hafi bara ákveðið það að Klopp væri þeirra maður og fyrst þeir gátu ekki fengið hann, þá var alveg gott að láta þennan klára og til þess að geta hann fengið að halda áfram og þá gerði hann þessa kröfu fá að stjórna kaupunum algjörlega sjálfur og hafa engan á bakvið sitt. Og ég held að það sé líka rétt að hann fekk að velja leikmennin sem voru keyptir það sumar. Hann má nú alveg eiga það svo við gefum honum smá kredit að hann keypti náttúrulega Nathaniel Klein sem voru frábær kaup og var hann ekki líka að kaupa Gómez, mér minni það, og Danny Ings sem leit líka ágætlega út en hann líka gerði stóra feila þetta sumar og það bara vona ég að sé rétt að þeir hafi að þessum ástæðum leyft honum að halda áfram því að hann var náttúrulega alveg svo Steini sér og að mínu viti gjörsamlega klúles og félagið sjálft vissi ekkert hvort það var að koma að fara eða hvað það var að gera og það er kannski að því við erum ekki með á dagskráni í kvöld að þá náttúrulega bara ítreka eða ég skora á fólk að horfa á unglingaliðið okkar og horfa á þessar strákar sem eru þar að koma upp því þar er ekki minni pressa spiluð og bara algjört copycat af þessu fótboltaliðið okkar þar sko. Höldum aðeins áfram, ég ætla aðeins enda varandi sporting director, þá vorum við með direktor fútbol fyrst þegar FSG kom Óli. Hann maðurinn á bakvið Edwards kom til Liverpool, hann líka bakvið fyrirliðan og hann bakvið Suárez held ég líka. Erum við ekki vonað til að Edwards verði þá bara í þessum
Hann var líka bak við Charlie Adam. Já, skemmt þetta. Þetta samt ansi gott svona hjá honum. Hann átti svipað hjá Tottenham þar sem hann var rekinn og svo var arfleiðin þeirra bestu menn bara nánast í allavega þessari öld. Já, hann var, en svo við segjum, hann var líka bak við Charlie Adam, hann var líka bak við kaupin á Andy Carroll. Herðu, Steini, snúum aðeins núna og ég langar að leyfa ykkur sérstaklega ykkur Magga að taka fyrir Lukas Leiva. Maggi náttúrulega búinn að taka þvílíkan pistil kappan. Sko bara staðan hans í klúbbnum núna. Ég vil meina það, ég ekki hrifinn að hafa hann á miðjunni í sérstaklega þessu liði. Mér finnst hann búinn að missa hraða en ég sé hann alveg fyrir mér bara að fá nýtt líf þarna í vörninni. Ég ekkert stressaðri fyrir Lukas sem miðverði heldur en til dæmis Ragnar Klavan. Ég sé enga mun á því og sérstaklega út af Sakko bara dottinn út myndinni þá held ég að þarna sé það komur svolítið óvart líka, hann 29 ára sko, hann verður ekki 30 fyrir um áramótin. Hann búinn að vera samt hjá okkur í allavega 22 ár. Ég vil bara byrja að þakka vini mínu Magnúsi fyrir hennar flotta pistil. Mér langaði að skrifa hann, en hann gerir það bara betur, þannig að ég vil bara byrja að þakka fyrir hann. En það vita náttúrulega allir minn hug til Lukas Leiva, sko. Þú horfir inn í félög og ef þú finnur svona menn eins og Lukas Leiva í félögum að þá yfirleitt finnur þú ekkert annað en virðingavotta því að sko þarna gaur sem að kemur 2007, búinn að vera loja, hann búinn að hafa ítrekkaðar margar tilraunir til að geta farið og fengið meiri pening annar staðar og fengið meiri hlutur annar staðar og en hann hefur haldið tryggðuklúbbinn, hann vælir aldrei, hann hefur sjaldnast verið með fast sæti í liðinu, það hefur verið að hendunum í hinar og þessar stöður og við vitum nú alveg hvernig það getur verið þegar að leikmenn eiga bara að fara að taka nýja stöðu og bara í fangið og bara listana og tala nú ekki þegar þú ert lítið búin að vera að spila. Þannig að virðing mín fyrir þessum drengar alveg ómælt og ég held að mann gerir sér heldur ekki grein fyrir mikilvægi hans talandi Coutinho og Firmino og þessa Latino gauðra sem búin að vera að koma til Liverpool. Og jafnvel bara til City og United líka sko. Já, reyndar, það eiginlega eina downside af Lukas Leiva, hann búin að vera að hjálpa þeim full mikið aðlagast. Nei, bara það sýnir svolítið karakterinn samt sko. Já, hann virðist vera bara þessi segull. Hann virðist vera að hjálpa öllum þessum leikmönnum og hann virðist vera gríðarlega sterkur í klefanum og mikið virtur og það veitum við bara mikla ánægju að sjá hann vera að mastera þessa miðvarðarstöðu því að það mér finnst ekki fátt skemmtilegra heldur en miðverði sem eru góðir á bolta og geta tekið boltan upp. Það var eitt af fyrsta sem ég heillaðist af Alan Hansen í Back in the Old, hversu góður hann var á bolta og þetta, mér finnst bara, hann eins og, ég held að Maggi hafi verið að tala um það, bara framlengja sinn fótboltaferil. Klopp að framlengja fótboltaferilina með því að setja hann og hann bara þriðji miðvörður og ég vil bara hlakka til að sjá hann taka þá þetta. Maggi, einu sinni þegar við fórum út þá fór playerkamera hjá Magnúsi Þór í að horfa á Alisson Soko með minnir. Já. Fór hún í Lukas í þessum leik, myndur þú segja það? Já, sko, ég hef alltaf verið Lukas að maður, sko, það nú bara þannig, það kom mér mjög óvart hvað kom seint gagnrýnisrödd á Lukas á pistilinu, held að það verið athugasemd 30 þar sem einhver fór að tala hvað var ég hægur og slapur og lélegur taklar og eitthvað, en það sem náttúrulega ég hef ekki séð áður náttúrulega þessi leiðtogalið og ég náttúrulega viðurkenni ég það að punkturinn yfir í var það að það var svo augljóst að hann var þarna mættur til þess að bakka þennan unga strák í markinu hjá okkur upp sem að náttúrulega alls ekki með komin á þann staðinn að vera alveg búin að búa til sína stöðu í þessu félagi, en ég held að það sé alveg pottþétt við sem að vinna svipa með þennan stráka eins og United notaði þetta ekki, að það var spilunum í gegn og við sáum þetta flotta hluti og Lukas var náttúrulega bara allan tíman í honum og bara
bara það var frábært að fylgjast með því, það var svo augljóst hvernig það var og svo hvað þá, hann í lok leiksins alltaf fúlir, fengi á sitt af mark og það var Passa mikrofónum. Hann kom ekkert inn í þetta lið núna verandi þið vitið að koma bara inn á og vera bara eitthvað þriðja hafsendið eitthvað, hann bara gerir alveg tilkall held ég, alveg svo vorum að tala Kahn áðan, hann átti frábæran leik og ég fer náttúrulega ekki dóna því að ein snildin við að hafa þetta hafsendapar var náttúrulega sko uppspilið út úr vörninni með Lukas Leiva og Joel Matip náttúrulega bara á þann hátt að ég held að félagið bara geti ekki verið miklu betur statt þar. Hann að ógna Lovren mennur, bara eins og Kahn tók vinna út? Ég veit svo sem ekki það, en ég meina Klopp hefur bara sýnt það. Hann hefur treyst og það kom, menn á hérna, þessum börum sem ég stundaði þarna fyrir leikinn, voru allir að tala þetta. Sko fyrir leikinn, ég var þá vorum við að tala þegar liðskipaninn kom og eftir leik vorum við allir að tala þetta, hvað var í gangi. Ég meina, Lovren svo sem hefur ekki alltaf verið vinsælasti leikmaðurinn á börunum í Liverpool, svo sem sko, en það voru bara allir bara rock solid performance og bara auðvitað getur hann bara verið hafsend og menn fór að tala sko Felix Karra sem var sko djúpur miðjumaður, hægri bakvörður og svo var hann allt í orðin hafsend. Hann held ég 1 sentimetri stærri heldur en Lukas, ekki fljótari en Lukas og eitthvað það, en nákvæmlega með þessi element sem ég kannski gerði mér ekki eins mikið grein fyrir eins og maður sá þarna því að ég var alltaf bara einhvern veginn sem ég var staðsettur á vítategnum þannig að í seinna leik þegar við fáum á okkur pressuna að þá voru hann og Henderson klárlega með sko puttan á lofti og að berja menn og skammast og djöflast í þeim sko. Svo voru þess að rífa saman Henderson og Lukas. Hvað séru? Hefur séð tölfræðina hérna þegar Lovren missir að heimaleik? Nei, heldur þú að það? Hann hefur mistað 3 heimaleikjum. Síðan bara 6-1, þar á endan 5-1 og þar á endan 4-1. Já, nákvæmlega. Það mista hull og... En ég meina, það sem ég var kannski að meina með þessum pistli líka var þó að ég kannski ekki sett það inn í. Ég held bara það, í rauninni, þetta er náttúrulega, við vitum þetta, ég var með þetta, ég nefndi nú ekki að linka það inn í viðtalið þarna, inn í fréttina viðtalið í Echo, þar sem Lukas segir bara sjálfur þarna í maí, að hann veit ekki stöðu sína sig á Klopp, því hann hefði þá spilað sko, verið í byrjunarlið í 8 leikjum frá áramótum sko. Og það var alveg pottið þannig held ég að það var búið að taka þessu eða allavega komið mjög langt með að taka tilboð Inter Milan þegar Klopp ákveður að gera þetta ekki og sennilega vildu þeir meina þarna úti að þeirra Sakko tóknaði á heila og menn fundi engan hafsend að þá segir Klopp bara við að nei, þú verður minn hafsend en á móti þá er það þriðja skipti sem þetta gerist hjá Lukas, hann gott sem farin að kemur ykkur upp á. Já, en ég held bara eins og segja, ég hef það miklu að trúa Klopp og ég alveg viss það allavega að Klopp hefur sagt við bara Lukas og bara eftir leik what a performance lad og bara það er bara þannig að mér er svo út að lýsa að þú veist, ég sé nákvæmlega málið Einar að það er ekki allir sem áttar sig á því að þessi leikmaður getur á 3, 4, 5 ár eftir sem topp hafsend ef hann velur sér það og hann hefur alveg ákveðna veikleika, menn hann kannski myndi erfitt með að dekka Andy Carroll í hotnum en hvernig hann sko, þessi Troy Deeney er náttúrulega bara, þetta er bara hálftröll, það maður sér það miklu betur þegar maður stendur á bekknum heldur en live, hverslega sko köggull þetta er og þessi Íkall og ekkert síðri, menn var Lukas að tapa mörgum hérna einvíu þar og það sem ég var náttúrulega frábært með hlutamis Lukas þegar hann hefur þennan miðjumann í sér að það sem hann var ekki að lendi í, hann var ekki að selja sig einhverja tæklingar þannig að jafnvel þó að þessi gaurar náðu að stíga út og snúa einhvern veginn á hann þá var balansið þannig á hann og hann var bara mættur til þess að hirða upp rönnið sem voru eftir þannig að ég meina svona framistöður eins og voru þarna helgina með mann sem er þetta mikill leiðtogi í liðinu og hefur klárlega þetta, ok, kannski er hann svona mikill leiðtogi en ég fekk það bara tilfinningu til 15 mínútur að þegar Karius kiksaði þarna fyrsta boltanum að Lukas var þarna inni fyrir hann og það er bara hlutverk sem að ég þekki svo sem gegn tíðina þó ég hef verið að spila fyrir upp úr miðri síðustu öld og hef verið að vinna í einhverjum svona hlutum og það er ákveðin leikmenn sem þú setur í ákveðin hlutverk og hann var í því og ég veit ekki hvort myndavélið sýndi þegar hann tók þarna vörsluna er komin þarna einn í gegn og Karius verða þarna mjög flott með rassinu sko þegar sóknin klárast svo þá tekur Lukas einhverja 5 metra skref tilbaka til þess að gefa honum fæ sko þannig að maður með þessa hæfileika í leiðtogi sem hann hefur og svona mikill leiðtogi
ég held að við getum alveg séðan vera bara að gera alveg tilkall í þetta lið. Þetta er ég hlutur á það, þannig ég bara vona það. Það er einn punktur í þessu líka, Maggi, sem ég held að hjá Lukas, sko, hann passi ágætlega í þetta Liverpoolið. Ég er ekkert sem að myndi endilega vera ég góður í öllum öðrum liðum sem miðvörður, en náttúrulega það sem að háði með Lovren og hefur háð vörnin okkar mörg ár, það er náttúrulega þetta komin miklu meiri hjálp frá öllum leikmönnum í rauninni, liðið verja svo rosalega sem einn holning og hann náttúrulega passar frábælega inn í svoleiðis setup. Ef hann missi mannin sinn og þá er eiginlega alltaf komin hjálp 2-3 öðrum, sko, svona. Algjörlega sammála, og það er alveg með Milner, skiljum, ég held að Lukas var ekkert góður að spila í einhverju liði sem ætlar að liggja aftarlega og fá á sig, sko, einhverjar langar sendingar á debúanum, en þegar það er svona langt í markið, ég held að maður kannski átti sig ekki alveg á því þegar maður er þarna, að sko, við erum bara með liðið okkar, svo mikinn part af leiknum bara liggum við á miðlínunni. Ég er ekkert að djóka með það, þegar við kannski vorum að tapa boltanum á vítateisleinu eða þarum, bara á missa boltan, það voru bara hafsendinir konur á miðju, bakverðinir konur ofar og jafnvel þó menn sé að tapa einhverju því, þá eiga þessi gaurar 50 metra eftir af markinu og það var alveg 2-3 í þessum leik þar sem að hann bara vann upp einhverja svona hluti þar sem að var í gangi með því að hafa þetta svæði fyrir hann og þess vegna líka held ég hann sé bara á góðum stað og við ætlum kannski, ég skrifaði heila grein og komið lofraði hérna hann, en það er bara vegna þess ég held að alveg svo Milner er að heldur betur að stíga inn í þetta bakaralutverk, þá held ég við getum alveg séð Lukas Leiva vera bara alveg að hafsend í vetur, ég bara eftir þetta þá, svo eins og einhver var að tala aftur Watford, ég meina, þeir spila með 2 sentera, það er ekkert mörg í deildin sem gera það, spila með sentera allavega í þessum dýni sem að Lukas ætti að lendi í vandræði með gaur upp á 1,90 og örugglega 100 kíló af vöðvum, en ég meina, fyrst hann steg hann út og var að vinna hann og tökur vinnur hann ekki einhver aðra sem eru á einhverjum öðrum stað. Ég held að bara að við séum allavega, mér fannst að labba út af þessum leik bara, já, hann getur alveg tekið þetta, það er ekkert að því. Gaman að þessu, Kristján ætli að skiptum að þessu Giro og ég ætla að, sko, Danny Ings, hann meiðist núna á þessum tíma frá milli podcastþátta. Þeim er náttúrulega algjörlega ömurlega fréttir og Klopp talaði það sjálfur, vann í hvort það var spurður eða hvernig svo umræða kom upp að það var ekkert útilokað Liverpool myndi kaupa í janúar út af þess að Sadio Mane fer náttúrulega í Afríkukeppnina. Hvað heldur með það? Heldur við þurfum þess eða heldur það sé búið að læna ykkur upp sem gekk ekki í sumar eða eitthvað svoleiðis eða hvernig lest í þetta? Já, sko í fyrsta lagi sem er að vera samningslaus á Dortmund. Já, í fyrsta lagi þá er þetta náttúrulega þetta er bara sorglegt. Þetta skulle gerast, maður er alveg ógeðslega svektur fyrir Danny Ings. Hann leit svo rosalega vel út í einhverja 5 leiki í haust, einmitt þegar liðið var að ströggla, þá var eins og hann væri svona bjarti bletturinn í Sá hlýtur að hata þennan kaupunum og já, þetta er bara alveg ferlegt. Við vorum búin að tala hér að hann væri kannski ekki að fá séns og annað, það kom bara daginn að þeir eru bara búin að fara ofurvarlega með hann og þeir eru að gera sama greinlega með Joe Gomez. Það er bara verið að byggja hann upp og þó svo hann hafi verið búin að spila þessa mínútu með 23 og þá var greinilega verið að passa hann og svo náttúrulega voru menn líka á undan honum í göngunaröðinni en svo fær hann þessar 10-15 mínútur gegn Tottenham og minnir á sig þar, hann átti að skora í þeim leik og hann lagði líka upp og man ekki fyrir hvert dauðafæri fyrir einhvern annan og viku seinna þá er tímabil aftur búið hjá hann. Og ég verð eiginlega að segja eins og sko, auðvitað náttúrulega Klopp segir alltaf rétt að hann fær tíma til að koma sér í gang aftur og hann þarf ekki að hafa neina ágjörð því, bara gottu tilbaka og svo skulum við mynda stöðun og annað, en maður sér einhvern veginn ekki eftir þá í rauninni 2 ár út ef við að vera staddir hérna eftir 12 mánuði viðbót að vera enn og aftur að byggja Danny Ings upp og halda niður í okkur andan með hvert sinn sem hann reymar á sér takkaskóna. Hræðlistin gæti bara verið fannin fram hjá hann. Hann gæti nú alveg í Liverpool í 60 leikja tímabili eða eitthvað 50-60 leikja tímabili þá var hann kannski alveg mögulega. Það kannski hjálpar honum meira á næsta ári heldur en það væri að gera í vetur að hann fær kannski fleiri leiki með fleiri möguleikum á að spila og fleiri möguleikum á að koma inn á sko en hann er bara komin á þann stall eins og við höfum talað með marga aðra áður, það er bara einfalt ekki hægt að gera ráð fyrir honum og ekki bara eitthvað í janúar eða fram á vorið heldur bara eftir það, þannig að nú Klopp þeirri stöðu
ef hann var að gera ráð fyrir Danny Ings að einhverju leita eftir áramót þegar Mane fer í Afríkukeppnina eins og mig var að fara að gruna. Mig grunaði að hann væri svona að reyna að byggja hann hægt og rólu upp þannig að hann væri bara klár til þess að koma inn í leikmannahópinn þegar Mane hyrfi í mánuð. En hvort að það breytir einhverju, ég held einhvern veginn ef hann kaupir í janúar þá sé ég ekki fyrir mér að hann sé að kaupa endilega mann í janúar sem að fer bara beint í liðið leið og Mane lætur sig hverfa. Ég held að hann sé þá alltaf frekar að horfa einhvern eins og Pulisic sem að kemur bara inn í hópinn til langstíma litið. Danny Ings að gera eitthvað sem Origi ekki að gera, og ég er bara störrið sem kom núna. Nei, ég er að segja, þú veist, við erum alveg með aðra menn sem að koma þarna frekar inn í liðið þegar að Mane lætur sig hverfa, hvort sem að það verður Wijnaldum inn á miðjuna og Lallana út á kantinn eða Sturridge eða Origi í flæðið þarna frammi eða hvernig það er, við erum bara með haug af valkostum. Shea Ojo er að koma tilbaka úr meiðslum og þú veist, það er bara, og Ovie Ejaria var flottur á sunnudaginn. Við erum bara með haug af kostum, hvort svo lítur á unga stráka eða stórstjörnur eða reynda landsliðsmenn eða fjölhæfamenn. Við eigum þetta allt á bekknum og maður eiginlega skilur ekki hvernig þetta liður allt í svona ógeðslega vel mannað. En vissirðu það að Pulisic, ég las það eitthvað í dag, hann var 15 ára á trial hjá Liverpool og er náttúrulega dýrkar Klopp, sagt, þannig að við erum með það taldar ágætis líkur að fá hann út í hann bara ár eftir að samningi, svo náttúrulega típist ef hann semur við Dortmund í næstu viku eftir við. Ef hann framlengir ekki við Dortmund, þá held ég að fyrir janúarklukkan, þá er ég nánast reiðubúinn að leggja pening undir þessi strákur að koma til Liverpool bara leið hann kemst. Hann er náttúrulega ungur ennþá og annað. Samkeppni á Dortmund, ég hef meira heldur en Liverpool líka, sko. Já, nákvæmlega. Í þessari stöðu, sko. Já, líka bara það eins og þú segir, Klopp-faktorinn er stór, sko, ef að Tuchel er náttúrulega kannski ekki jafn mikið að nota hann eins og hann heldur að Klopp myndi gera. Og hann er eitthvað að nota hann alveg rosalega þessi tímabili, sko. Er það? Ég hef bara ekki náttúrulega neitt með Dortmund, sko. Það er enda mál. Herðu, hérna, höldum aðeins áfram Steini, það voru 3 samningar undirritaðir núna í gær eða dag. Kevin Stewart, ég held að hann sé skrifandi 5 ára samninga hverju ári. Klárlega er ykkur töluverð trú á þeim strák og svo held ég að þetta gæti orðið, erum við ekki sammála það, stærri fréttir á næstu árum ef við vonum það alltaf. Trent Alexander-Arnold, hann er búinn að semja til 5 ára og Ben Woodburn til 3 ára. Þetta er alltaf heimamenn og svona þeir leikmenn sem við bindum hvað mest að voni við bara, ég bara man ekkert eftir svona væntingum á heimamenn bara í ansi langan tíma, sko. Ef við tökum Störling og svoleiðis kappa út sem eru alltaf ekkert heimamenn, ykkar sem koma 15 ára. Já, það algjörlega, þetta eru klárlega 2 langefnilegustu sem að, eru þetta núna, því að allt og oft höfum við verið að sjá svona hinn og þessi efni koma fram og maður hefur einhvern veginn aldrei haft trú á því. Jú, Störling kom þarna og kom reyndar 15 ára gamall og á Jordan Ibe, já, samt ekki alveg Jordan Ibe, sko. Það byrjaði smá Ibe eftir að Störling fór að sýna sig og sanna. Annars hefur verið frekar fátt um fína drætti. Við erum að tala um John Flanagans og einhvers svoleiðis. Ég er með líka bara, þetta bara nær alveg aftur til Gerrard, sko. Það hefur ekki komið heima. Það er allt og lítið búið að vera að koma upp af ungu strákum og það hefur einhvern veginn vantað bara alltaf upp á. Eitthvað svona ekstra til að menn fái bara trú á því og enda líka hefur það ekkert verið að gerast. Þannig að þessir 2 eru klárlega, myndi ég segja, sko, og ég ætla nú samt ekki að þykjast vera horfandi á unglingaliðin á hverjum degi, en svona með það sem maður er búinn að vera að lesa, sérstaklega með hann Arnold, með hinn Alexander-Arnold, sko, Woodburn hann er það sem maður hefur séð á honum að ég er ekkert alveg viss hann endilega svona in the long run, en hinn strákurinn held ég að sé alveg bara klárlega framtíðarefni. Það er bara einhvern veginn öll svo ára yfir honum. En ég held að Maggi sé nú aðeins betur inn í þessum ungu leikmannum heldur en ég. Kottu inn í þetta, Maggi. Hvernig líst þér þessu 3 samningum? Ég er mjög glaður. Stewart náttúrulega svona kannski það sem kemur mest á óvart, því hann var svo sem hefur ekkert verið alveg mikið að spila í þessum yngri liðum fyrir að Klopp greinilega sá eitthvað í honum.
En ég meina... Hann allir bara eldri en Emre Can, sko. Já, nákvæmlega. Og ég heyri það er náttúrulega, menn eru bara fannir að gera til svæntingar að Trent Arnold taki bara þessa hægribekkjastöðu, það sé bara þannig. Sér hann ekkert heldur að verða ekki miðjumaður, heldur að verði alltaf... Nei, ég alveg í þessu kerfi á Klopp, þá þetta, hann bara algerlega, hann er bara, ég held að sé bara klipptur út úr hugmyndum Klopp bakvörð, hann bara frábær sóknarlega, hann gríðarlega, hann er mjög svaka jafnvægi, þannig að þeir fara ekkert svo glatt fram hjá honum, hann á... Ertu að borða mikrofónin? Ekki, ég veit ekki það, ég þarf greiðlega að fara að fá mig nýjan í mikrofón, en hann áttur að búlka sig upp af vöðvum, það er klárt, það er vissulega... Hann er bara 17 ára. Ég segi það, algjörlega, það sé að meina, en ég... Ok, ekki þetta lagast? Nei, þetta er frekar tæft þér. Ok, þá skal ég bara slúta með því, en ég veist Woodburn alltaf, sko, center er alltaf meira vesen, þannig að þó hann sé að skora eins og vindurinn í unglingaliðunum, þá stundum getur það verið vesen að taka það alla leið. Það er einhvern veginn, munurinn er sá, sko, með eins og Woodburn sem að, eins og Maggi segir, hefur litið rosalega vel út með yngri liðunum. Það er einhvern veginn eins og þegar, sko, skrefið upp í aðalið og í efstu deildunum sé stærra skref og erfiðara skref eða hærri trappa, eitthvað þú vilt orða það, fyrir strækjara heldur en endilega fyrir miðjumenn og varnarmenn. Þannig að þó svo kannski Woodburn líti ekkert síður vel út heldur en Alexander Arnold til dæmis eða Ejaria, að þá er maður svona meira ekki að segja hluti eins og pottitt framtíðamaður hjá Liverpool, af því að maður hefur svo oft lent í því að menn sé að raða inn mörkum fyrir yngri liðin og það skilir sér ekki upp í aðalið og þá eru menn bara ekki nógu góðir. Ég meina við getum nefnt menn eins og Neil Mellor sem dæmi. Á meðan maður eins og Alexander Arnold eins og segir, hann virðist hafa allt til brunns að bera. Nú er þetta bara spurningin hvaða hugafari í þessum strák og annars slíkt, hvort hann skila sér yfir 20 með rétta hugafari og þá fær hann séns að Klopp, því að hæfileikarnir virðast vera til staðar. Woodburn spila svona 10-15 leiki næsta tímabili, verður flottur, kemur svo inn þarrans tímabil og verður einn af stærri mönnum sem við komum upp á Liverpool, það verður næstu óvenn. Ég ætla að vona að heyri sko, eitt vandamáli á honum, sem að mér veist munurinn á honum og Arnold er það að við engan annan hægri bakur, en hvernig á Woodburn að slá út úr liðinu? Hann tekur all út. Nei, ég er að segja, hvað haldið ég veit að ég held að það sé líka það verður alltaf pláss, hann meiðist Coutinho meiðist einn mánuðin og Mane fer á Dortmund og Ings mittur, einhvern veginn verður að fara tækifæri, hvernig komast bara ungi leikmenn inn í góð lið, bara ever, þú veist, það er bara einhvern veginn gerast. Ég ætla samt að fá að ég heyrið út á Anfield, svo skal ég að því ég heyri mikrofónum erfir og dreifir mig hlið á þess ég sé að taka stjórnina, en það eru konar sögur það að Divock Origi setti sig ekki við hlutverkið hjá félaginu og vilji skoða málið í janúar ef að fara ekki stærra hlutverk. Það er þetta mjög vondur hrettir. Hvernig byrjum að þessi Southampton, ég ætla að láta reyna á þetta Maggi, hvernig líst þér á þann leik? Ég ætla bara rétt að enda þennan þátt á Southampton. Já, ég held að það sé ekkert lið í þessari deild sem ræður við Liverpool í gír. Ég er ennþá sannfærðari við það að sjá það á spila live. Ég held bara, og við nenni ekki að fara að hlusta á eitthvað það að maður tali svona því það maður sé að fara að tala með að við séum öryggi meistarar og eitthvað svona datarat. En bara þetta lið er bara búið að sýna það með hvað er skorað mikið af mörkum, bara fara í erfið útileiki sem hafa verið okkur erfiðist út af heimaleikjum, að þetta er bara í okkar skóm, ekki okkar höndum. Það vita allir að við mættum að hegstu eitthvað tíma bara eins og öll lið gera, Barcelona og Real gera það líka sko. Þetta sýnir það ég fá okkur sigri, þetta Southampton er fínt lið og það er Það maður getur búið þetta Já, þetta er búið, það er alveg hræðilegt. Það gaf sér endalega held ég, mækinn og Magga. Herðu, Kristján, við tökum bara boltan aðeins með Southampton, við erum ekki hræddir við neitt lið orðið, en þetta Southampton lið þeir hafa ekkert verið að safna neitt frábærlega
þessu fyrstu 11 umferðir, sko. Þeir eru að lifna við núna undanfarið eða það ekki? Ég man nú ekki hvernig fór hjá þeim síðustu helgi eða? Það akkúrat öfugt, sko, það ekki. Eru þeir að missa flugið? Okay. Já, þeir hafa ekki unnið, sko. Þeir unnu 1 leik móti Burnley af síðustu 5 leikjum, þú veist, en City og Chelsea tapleikir svo töpuð fyrir Hull núna síðustu helgi, sko. Ég hef ekki held ég séð 1 leik hjá Southampton ennþá á tímabilinu, ég held ekki. Þannig ég ætla ekki að þykjast fara að vita eitthvað muninn á þeim núna og frá því fyrra á annars líf. Herru, segðu mér þá annað, Kristján Atli. Hvern tókstu út fótbolta.net úr vörninni okkur að með vinnir fyrir Van Dijk undir hópþrýstingi? Er það ekki rétt munnið hjá mér? Nei, það var ekki þannig. Tryggvi Páll hjá Rauðu döflinu var með Virgil van Dijk í liðinu sínu. Hlusta á þig, beigjaði og bakka svona, þetta var agalegt, sko. Nei. Þú vannst þetta upp á móti og vannst þetta upp í Henderson-umræðinni. Já, Wanyama búinn að vera frábær hjá Tottenham og ég ákvað að vera dipló og Henderson svona típan sem fórnaði sig fyrir lið og þá gat ég alveg tekið hann út fyrir Wanyama. Þetta var hræðilegt hjá þér. Svo Tottenham menn sofi betur á nóttinni en það var líka allt í lagi þegar ég var búinn að slátra þeim með Henderson-umræðinni og svo hlóða hann í því líka stórleikinn strax eftir, sko. En svo förum við aftur í Southampton. Ég held, sko, að því við kannski töluðum ekki nóg Crystal Palace-leikinn í þessum þætti af því að við vorum svo yfir okkur hrifnir eðlilega og Maggi með skemmtilega sögur af því að hafa farið á Anfield helgina. En Crystal Palace-leikurinn og bara útileikirnir almennt í vetur hafa verið að sýna okkur leiðin áfram og Southampton ekki lið sem að fara að liggja í vörn á móti Liverpool á sínum heimavelli og þá eru þeir bara í vondum málum því að það sem þetta eru hans ær og kýr hjá Jürgen Klopp, sko. Og við værum meira í vandræði með að þeir ætlaðu að fara að leggjast og liggja eitthvað en jafnvel þá og þá einhvern veginn hefur maður minni áhyggjur núna. Mér finnst bara liður að koma yfir ákveðin vegg. Það eru öll lið góð í deildinni og á slæmum degi geta öll lið unnið Liverpool eða Manchester City eða Arsenal eða hvað sem liðið heitir. Það er bara þannig en það er bara þannig gír á Liverpool þessa dagana að það er ekki hægt að fara inn öðruvís en að segja bara, ég bara er spenntur og þú veist, og býst við að Liverpool verði góður og það verður bara koma óvart ef við eigum ofta einhvern tímann hér eða þar. Það kemur glaði í einhvern tímann og þá verða menn alltaf að hafa andlegan styrk til að geta bara staðið aftur upp eftir að hrasa einu sinni og haldið áfram eins og ekkert hafi skorist. En annað sem að Maggi koma þegar að Maggi var að gefa sig, ég ætlaði að segja þetta líka þegar Steini var að tala þetta í upphafið þáttar. Þessi umræðum að við Liverpool-menn þorum ekki að vera eitthvað að tala titilinn og annað slíkt. Við verðum að gera ákveðin greinarmun. Það er enginn að tala titilinn fyrir bara í næst síðustu umferð eða eitthvað. En Liverpool er í titilbaráttu. Þeir eru bara búin að stimpla sín í hana núna. Það er alveg hægt að stimpla þessu út úr inn í desember eða febrúar eða mars eða á heimavelli þriðju síðustu umferð gegn Chelsea, hvenær sem er. En Liverpool er bara búin að sýna það. Þeir eru búin að stimpla sín í titilbaráttu og það er allt í lagi að lappum og segja bara sælir, við erum Liverpool-menn og við erum í titilbaráttu. Ég er þetta sammála einum en það er ekki það sama eins og að segja að Liverpool-menn séu vissir að titillinn komi í ár. Ég verð ekki viss neitt þar fyrir en þú veist bara dómarinn flautar í loka leik og ég vona að það gerist eitthvað en ég er á lífi en Liverpool er titilbaráttu í vetur og ég er alveg búinn að geta 2 skíti og sokka og happi koktelsósu yfir því sem ég sagði í ágúst að ég átti von á Liverpool góðum í vetur en ég átti ekki von á Liverpool endilega í titilbaráttu og það er bara nú þegar og það er rangt hjá mér. Ég er að njóta þess að hverjum degi. Ég ætla að fá Einar Örn með okkur í þátt ykkur tímann og hafa þig ekki með. Ég endið aðeins fæsluna og taka hana bara heilan þátt fyrir. Endilega, skemmtið ykkur. Þetta verði ljómandi. Þetta verði Ég hef breiðar axlir, það hefur aldrei staðið á því að ég geti viðurkennt að hafa haft rangt fyrir miðviktíðan. En það gerist það svo sjaldan, það er alveg sjálfsagt að viðurkenna þegar það gerist. Herðu, ein er afsökun fyrir okkur, setja þú fyrst inni, er afsökun fyrir okkur ef að Firmino, Coutinho og jafnvel Mane er að koma eitthvað seint tilbaka, ég veist, úr landsleikjahléi, heldur, er það áhyggjefni, er það ekki bara svona, hvað maður segja, fyrirfram afsakanir? Heldur verði ekki í byrjunliðinu, eða hvernig myndur það? Já, þeir verða aldrei allir fyrir utan, það er afsökun ekki og afsökun, það er alveg líffræðilega sannað að það svona löng ferðalög þau hafa áhrif á líkamann og Ég sá það síðasta leik, eftir síðasta landsleikjahléi, þeir voru þreyttir báðir brasarnir, þeir voru ekki Manchester leikur. Þetta hefur áhrif, það er ekki nokkur spurning og sérstaklega þegar við vorum að tala 3 lykilmenn. Þannig
afsökun og ekki afsökun, það má kalla þetta hvaða nafni sem en auðvitað hefur þetta áhrif og ég ætla ekki eins og að fara út í þessa landsleikja hliðasumræði, ég ætla að hamra inn pistil núna í þessu landsleikja hlið og aðeins að segja ekki bara röfli yfir því, heldur bara aðeins að segja fara yfir ákveðna hluti en þetta hefur klárlega áhrif. Nú sæki ég popcornið maður, ég búinn að bíða mörg ár eftir þessum hluti. Steini, ef við skoðum að byrjunlið, bara til að meta munin á liðunum, ég veit ekki hvað Højbjerg hvort það sé í landsliði, Romero ekki í landsliði, það þeirra besti maður þessum af þessu tímabili. Steven Davis, hann ekki Íri eða eitthvað svoleiðis? Jó, Íri. Hann örugglega Tatið þá líklega bara í einhverjum Evrópuleikjum. Charlie Austin minnir með sér ekki í landsliðinu og Redmond ekki heldur ekki. Þeir maður mikla áhyggjur af þessi lið en þeir koma líklega betur, hvað segir maður, betur svona kvildir að það var sóknarlega. Já, alveg klárlega og þetta hefur áhrif, alveg bara pottþétt en spurning bara hversu mikil áhrif þetta hefur. Þú sér það ekki sko störrið þó ríki komin, jafnvel, að fara fyrst eitthvað í hópinu? Ef þú notar ekki hópin í svona tilfellum þá þarft ekki hóp, það bara ósköp einfalt mál. Þannig að ég get ekki ímynda mér annað en að það verði tekið stöðutékk þegar ná yfirleitt einum degi á milli. Tökum þetta aðeins, leikurinn á laugardegi ekki og þeir að spila á miðnætti að þriðjudagskvöldi hjá okkur, eitthvað svoleiðis. Þú veist, á miðvikudegi faktist leikurinn á okkar tíma, en þeir eru sem sagt, það þá líklega flug heim bara strax á það miðvikudeginum og örugglega ekkert komnir til Liverpool fyrir svona fimmtudag. Þeir ná æfingu á föstudeginum. Þá verður tekið tékk hverjir eru líkamlega fitt og hverjir ekki sko. Þannig að þetta hefur alltaf áhrif. Ekki þetta að veita Brasilíu inngöngu í Evrópukeppninu? Getum hent út Grikkland eða eitthvað? Já, það eru til fína leiðir við þetta en bara leið og FIFA tekur Hvað inn á þetta í pislinum? Tekur hausinn út úr blattarnum á sér, þá kemur þetta. Færa Brasilíu í Evrópu, ég held að ég lesa þetta. Það myndi En síðan að því vorum að tala Afríkukeppnina áðan sko. Ef við erum heppnir og þá þetta ekki nema 2 leikir sem að Mane að missa þar. Þeir eru Senegal í erfiðum riðli á móti bæði Túnis og Alsir, þannig að það ekkert útilokað. Þeir eru með Mane samt sko, þannig að þeir eru alltaf að fara áfram sko. Já, bara maður má nú að halda í vonina sko. En þá var að missa í heildina 2 leikjum. Þannig að þetta verða max 4. En hvernig heldur þú Steini með þetta Southampton-liðið fyrir maður síðan? Heldur þetta hent okkur illandi þegar þeir þetta eins og segið, þeir eru gengið illa undanfæri, þeir eru aðeins erfitt prógram eða fyrir utan húlleikin sem þeir töpuðu. En þetta er varnarlínan hann að Van Dijk er búin að vera mjög flottur í vörninni og Fonten þarna með honum. Þeir eru búin að stöðu á varnarlínu, Bertrand og þessi Suárez spiluðu allt tímabilið fyrra líka og Forster var mjög heitur í markinu. En það er þessi 3 miðjumenn sko. Romeo er búin að vera frábær hjá þeim og ég veit ekkert með hann Højbjerg, þetta ekki... Hann er ekkert búin að spila neitt að ráði sko. Nei, ég er bara svona að velta fyrir mig hvort það er búin að vera með hann Klasi þarna, hollenska. Okkar léttlikandi hraði ekki fara bara nokkuð. Ef allt er eðlilegt og maður svona bara fyrir hvern einasta leik, þá segir maður þetta. Ef allt er eðlilegt og ef þeir spila bara eins og þeir hafa spilað undanfarið, þá verður þetta engin fyrirstaða. Það er bara ósköp einfalt mál. Það er það mikill hraðamunur á þessum liðum bara í öllum aðgerðum að ef allt er eðlilegt þá eiga að rúlla í gegnum þetta. En það er alltaf spurning, maður er alltaf með hana hvenær kemur bakslagi, hvenær kemur vondileikurinn. Þannig að í rauninni finnst mér möguleika Southampton í þessu leik snúast það að við séum að fara að hitta vondaleikinn okkar. Því ef við erum að hitta venjulega leik þá er þetta aldrei spurning. Kristján, ef við tökum aðeins ef við berum aðeins saman, það er skemmtilegra núna heldur en undanfæri 2-3 ár. Búin að mjög flottur í vörninni en hann er ekkert það mikið betri en Dejan Lovren, eða Lovren er bara búin að vera mjög góður líka að mínum að allavega. Klein og þessi Suárez, það finnst mér eða engin spurning. Það er okkar maður betri. Tadic er ekki lengur mikið betri en Lallana. Það er hægt að vera umræðan það og Mane og Redmond, Redmond búin að vera flottur en það er fyrsta skipti sem að þessi leikmenn sem Southampton að kaupa í staðinn fyrir okkar menn er ekki að koma bara miklu betur út heldur en okkar menn. Erum við ekki að horfa á þetta líka sem ágætis
ágætis indikator. Þetta liðið náttúrulega gjörbreyttum með nýja þjálfara, þannig að kannski þetta allt annað lið sem við erum að fara að mæta. Þessi gömlu leikmenn okkar þekki ekkert endilega allt til, sko. Sko eins og ég segi, ég hef ekki séð nóg af Southampton í vetur til að geta tjáð mig. Ég veit að er ekki Charlie Austin hjá þeim núna? Jú, hann markahæstur hjá þeim. Já, og þeir eru alveg með leikmenn sem geta gert eitthvað hluti að þeir fá frið til þess og annað slíkt. Þetta snýst bara, eins og Steini sagði, þetta snýst bara hvort að Liverpool ofta. Og ef við erum raunsæðir, þá kemur að þeim oft degi einhvern tímann í vetur. Þetta lið ekkert að fara að spila turboleiki eins og síðustu 2 alveg út tímabilið, en að vinna titilinn snýst að geta átt kannski 2-3 svona ofdaga yfir veturinn og svo bara pikka sig upp aftur og haldið áfram. Og farið á annar raun eftir oftdaginn. Þannig ef hann kemur, þú veist, gegn Southampton og þá verður stóra prófið verður leikurinn strax þar á eftir. Og ef hann kemur ykkur möguleik þá verður prófið bara leikurinn þar á eftir. En ég hef ekki, þú veist, eins og þú segir, leikmann fyrir leikmann þá ekkert lið í deildinni búið að vera jafn gott og Liverpool. Það bara þannig og það liggur við að þú mætti velja 5-6 Liverpool leikmenn í úrvalslið ársins í deildinni ef þú myndir kjósa í það núna, sko. Alveg bara ángríns. Kristján, þannig þú veist, ef að Liverpool í þeim gír sem þeir hafa verið í, þá höfum við ekki áhyggjur af þessu. Ef þetta oft dagur, þá held ég að menn andi bara með nefinu. Klopp búin að vinna sér það inn hjá okkur að við öndum þá bara með nefinu og sjáum hvort að lið stendur ekki strax upp og ríkur á stað í næsta leik þar á eftir. Við tökum eftir viku, tökum aðeins boltan loftið með þáttinn sem varst í fótbolta.net og gerum aðeins upp þennan fyrsta þriðjung eða svona tæplega af þessu tímabili bara í deildinni heilt og það verður mjög spennandi að sjá hvort Henderson verði í liðinu hjá þér. Ég er mjög gaman að einu í síðasta podcasti hjá okkur þá var ég aðeins að pönkast út í United að tala Zlatan og Pogba og svo í þessum fótbolta.net þætti að þá náttúrulega endaði hann á sprengju að ég sagði að Zlatan væri búinn. Og ég náði að tímasetja þannig að þeir bókstaflega að því að sko, þeir sem hafa ekki komið þarna og verið hjá þeim félögunum að Elvar situr á bakvið borðið á tökkunum og þú sér bókstaflega niðurteljaran hjá hann. Þannig að ég veit hvað eftir og þegar ég droppa þessu lofti þá eru svona 20 sekúndur eftir áður en þeir verða að fara í auglýsingarhlið. Þannig að ég náði að því að ég bara þegar hann byrjaði að tala þetta, við ætlum að enda þetta á því að ræða floppið, þá var ég bara please byrja Tryggva undan, svo spurði Tryggva undan og þá vissi ég að ég fengi síðan, ég bara neldi þessu, hann bara búinn. Og þeir skoruðu báðir í næstu ferð. Það breytir engu, þeir voru svo hoppandi illir út í mig leið við fórum í auglýsingarliði, en viðbrögðin að það 1,5 vika síðan að ég var þarna hjá þeim og það eru 2 vikur eða ekki síðan við tókum upp, að fólk alveg, sko, hver einasti United maður, og meira að segja núna þegar ég komin hérna vestur, hver einasti United maður vill ræða þetta við mig. Þeir eru ekkert smá butthurt yfir þessu. Ég skulle hafa verið að gera grín að Pogba og Zlatan. Þetta alveg að fara með þá, sko. Svo sé ég núna í kvöld á meðan ég var eitthvað að fylgjast aðeins með Twitter yfir þættinum okkar og þá einhver United menn að taka upp á því svona bara upp á þurru að reyna að bera saman liðin og reyna að fá út af þessu kannski 6 United menn og 5 Liverpool menn í sameiginlegu liði. Eini munurinn sem ég sá að Klopp ekki að stjórna hjá þeim og eitthvað svona, veistu að ég að njóta þess í botn að sjá þennan gír hjá United því að við þekkjum þennan gír svo vel Liverpool menn í gegnum árin og að horta einhverjum öfundaraugum á þá og segja David Thompson nú alveg uppgóður og reyðan gík, sko. Herru Kristján, þú ert komin í umræðefni næstu viku. Maggi, ertu ennþá á línunni? Ég var reynað einu sinni en fá loka orðin Southampton og Spá. Ég held að Maggi hafi stimplast út bara. Sambandslaus alveg. Mækinn hans hleypir honum ekki inn aftur. Mækinn hans að éta hann lifandi, vil hann. Hann stættur meiri hryllingsmyndið. Þetta eitthvað litlu hryllingsbúðardæmi. Kristján, hvernig fer þessi leikur á móti Southampton? Þú ert að tala off-daginn, ég myndi leiðilega neikvæður minna en off-dag, hann ég hef alveg greiðlegar áhyggjur af því að þessi off-dagur kom einhvern tímann, en þetta fer 5-1 fyrir Liverpool, það ekki spurning. Bara normal leikur á Liverpool. Það ekki lengur svona hroki eða eitthvað alltaf að spá 5-1. Við erum að skora, hvað var það, 5 leikjum, 4 mörka meira af 11. Þetta bara fáránlegt. Ég meina, þú veist, það liggur við að maður segi bara því að þetta þessi völlur og þá verður að henda Origi og Sturridge inn í leikinu. Þeir fóru nú hans illa með á þessum velli þarna fyrir árið síðan.
hvernig líka þessu tölfræði? 13 leikmenn búin að skora á tímabilinu og Ríki og Sturridge eru hvorugur þeirra. Já, þú veist, talandum Það er reyndar ekki rétt. 13 í heildina með deildabikar, 10 í deildinu, það eru Sturridge og Ríki. Já, en þeir hafa bara skorað deildabikar. Skemmi leggja þetta maður, frábært. Nei, það eru 10 í deildinu sem er alveg bara fáránleg tölfræði að 10 leikmenn sem búin að skora í 11 leikjum og að 2 bestu og dýrustu frammeirarnir séu hvorugur þeirra. Þetta er bara eðilegja þetta, sko. Helvíti sannleikurinn alltaf. Já, óþarlega. Við erum að horfa á Trump í forsetakosningu steinni. Fakt skipta ekki raskat máli lengur. Ég finnst þú leiðindi þér. Þú klikkaðir, þú átti bara að láta svo heiðir ekki steina og það er enda rétt. Ég edita. Þú áttir að taka Trump á þetta og halda bara þínu til streyti. Ég edita þáttinn á eftir. Steini, hvernig fer þetta? Það verður þreyta í okkur, við vinnum þetta 2-1. Við erum kannski neikvæður. Ég er að hugsa út í að við erum kannski full fljótir á okkur að spá mikið en leik, en við sleppum honum bara meira þá næst, en við tökum hérna leik 0-2, heldur hreinu. Þú og þín jinx-hæðsla, heldur við verðum eftir viku með annað þátt, það er allt byrjunarlið hjá Liverpool meitt eftir landsleikina? Já, ég get alveg trúið sérstaklega út af þetta að tala um þetta. Og þar er bomban sem við ætlum að enda á. Þetta verður allir meiddir í Liverpool. Takk fyrir það, Kristján Atli. En ég held við þökkum bara fyrir í kvöld. Þetta er komið alveg upp í 1,5 dagskrárinn. Þetta eru 2-3 kassettur. Takk fyrir í dag.